Sko, það að einhver sé með eftirlíkingu á skotvopni ekkert grín, þú veist, og það bara ekki í okkar menningu, þú veist, þegar að slíka tilkynningar berast okkur, þá fer lögreglan af stað, tvímælalaust, og við þurfum alltaf að ganga úr skuggum að fyrsta lagi, þetta raunveruleg eftirlíking eða ekki. En fólk misboðið eðlilega vegna þess að eins og ég segi, við erum ekki vön að sjá fólk vera með skotvopn eða slíkt skilur, fólk fer hérna á skytteri og svoleiðis, en við erum ekki að veifa skotvopn bara í samfélaginu. En þá fer fólk líka að tala landamærin í samhengi, og þar ég pínu ekki alveg að skilja vegna þess að það alltaf þannig ef einhver gerir eitthvað innanlands sem þykir óásættanlegt að það sé það landamærinum að kenna. Í fyrsta lagi vitum við ekki, ég þekki ekki þetta tilfelli, þessi aðili gæti hafa komið bara frá Þýskalandi með flugi og koma bara hingað, segjum hann jafnvel komið á ytri landamærin, þá fer hann í vegabréfa skoðun, eftirlit, og hann uppfyllir skilur og bara heldur hann för sinni áfram. Við erum ekki með kristalkúlu upp á Keflavíkurflugvelli sem við vitum hvað fólk að fara að gera fram í tíman. Þannig að þetta hefur ekki með landamærin að gera, en þetta jú klálega málefni sem varðar skilur bara útlendingamál sem við þurfum að tala um. Og þá aftur, eins og ég talaði með einstaklingar sem eru hérna að koma hingað að stunda leigubílaakstur eða bara fólk sem vil aðlagast íslensku samfélagi, þá gerum við þar kröfur að þú fylgir þeim gildum sem eru hér og þeirri menningu. Og við erum friðsöm þjóð, við erum herlaus þjóð og við höfum lifað lengi hérna án þess að segja raun eitthvað alvarlegt ofbeldi sem á sér stað. Heimurinn að breytast, samfélagið okkar líka að breytast, og þá skiptir máli að lögreglan fylgi þeirri breytingu eftir með góðum mótvægisaðgerðum. Og við erum öll meðvituð það.